Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Fasteignamarkaðurinn á Norðurlandi var víðast hvar líflegur á síðasta ári og fasteignaverðið hækkaði verulega, auk þess sem eftirspurnin meiri en framboðið. Þeir fasteignasalar sem N4 talaði við voru almennt sammála að rekja megi þetta að stórum hluta til aukins kaupmáttar almennings, auk þess sem íbúum hafi fjölgað nokkuð. Þannig fjölgaði íbúum á Akureyri á síðasta ári liðlega 300 manns og nýbyrjað ár fer vel af stað hjá fasteignasölum þótt fyrstu dagarnir hafi verið nokkuð rólegir eins og gjarnan á þessum markaði. Síðan þá bara búin líflegt að gera og það bara að lítur bara mjög út, þannig að það allt komið fullt bara má segja. Hverjir eru það helst sem eru að kaupa? Ég myndi segja að það væri bara að blanda. Það náttúrulega, við Akureyringar sjálfur erum að kaupa mikið eignum, við erum að stækka við okkur og breyta og bæta eins og maður segir, því að það er alltaf búið að vera eins og margir vita, 2008, 9, 10, 11, það var lítil fasteignasala á Akureyri, þannig að þetta svona að springa út núna síðustu ár og það það sem þannig að þetta blandað, það litli fjárfestar og auðvitað stærri félög eitthvað líka, það fara að minnka, stóru félög það fara að minnka sambandið við þau, þannig að þetta aðalega Akureyringar sem að stakka við sig og minnka. Arnar segir að leigufélögin hafi fjárfest umtalsvert á Akureyri á undanförnum árum. En í dag finnum við ekki fyrir því að þau eru hætt að fjárfesta hérna, við finnum fyrir því að stóru leigufélögin minnka það að kaupa eignir og það kannski helst minni leigufélög og einstaklingar sem að kaupa og leigja það út auka eignir og menn eru kannski í mörgum tilvikum að frekar að fara með peningana í steipuna heldur í bankana í svona seinni tíð, má segja. Hvers konar fasteignir eru vinsælastar? Já, það alltaf þessu minni eignir eru vinsælastar, það er þess að 2-3 herbyggja, það alltaf góðu markaður fyrir slíkar eignir, en aftur á móti það sem hefur verið að gerast undanfarin í misseri það að stóru eignir að seljast, stóru húsin að seljast og þannig að flóran eiginlega bara frá þessu minnstu eignum upp í stóru einbýlishús í dag. Hvað með aðra staði á Eyjafjarðarsvæðinu? Það sama með þá, það bara aukast mikið sala þar. Hérna bæði inn og út með firðinu, það bara verið fín sala og fólk það er tölulegur hópur fólk sem vill fara hérna rétt út af við og þannig að það gengur ágætlega það líka. Ágúst Guðmundsson, löggiltur fasteignasali á Sauðárkróki, segir að salan í Skagafirði í fyrra hafi verið nokkuð drjúg og verðið hafi risið. Hann segir áberandi að ungt fólk hafi verið að fjárfesta sem sé jákvætt og beri vott að það hafi trú á sveitarfélaginu sem framtíðar búsetukost. Ágúst segir að framboðið sé ekki mikið og sérstaklega vanti íbúðir í fjölbýli til sölu. Fram hefur komið hérna á N4 að verið sé að byggja 50 íbúðir á Sauðárkróki. Íbúum Norðurþings fjölgaði nærri 300 í fyrra og Arnar segist verða var við aukna eftirspurn á Húsavík. Það mikil sala hérna, verðin að hækka það mikið og þannig að það lítur mjög út þar líka þessu hérna Akureyri. Hvernig sér þú fyrir þér í næstu mánuði? Ég held að eins og þetta eins og árið byrja vel og okkur líst mjög vel á framhaldið, þetta lítur þannig út að þetta muni vera bara gott ár í fasteignasölu. Auðvitað komið ákveðið jafnvægi kannski á verðin og það kannski allt í lagi bara, við erum ekki að sjá miklar hækkanir, gríðarlega hækkun í fyrra, mjög mikil hækkun í fyrra, hún heldur sér og við erum að tala að verði svo stígandi í þessu, þannig að það verður raun hækkun upp á einhverju 5-7% kannski þessu ári sem bara fínt, en það komið jafnvægi á markaði sem gott. Þannig að toppnum náð? Kannski verðlega að sé allavega, það kannski toppnum náð, en einhvað síður bara mjög góð, þannig ég hef trúið að verði nokkuð góð sala þessu ári og hvort við náum síðast ári veit ég ekki, en það lítur sem ágætlega út, en það alltaf markaðin, það leitar jafnvægis og það góð sala, en við erum ekki að sjá þessa miklu hækkanir sem voru í fyrra, en einhvað síður einhver hækkun og góð sala. Flest allar svona skýrslur benda til þess að fasteignir verði haldið áfram að hækka. Í flesta greiningadeildir, bæði á bönkum og fleiri aðilum, hjá okkur líka félagi fasteignasalar og fleirum, að það muni hækka áfram þessu ári. Þannig að já, ef þú sér hækkun framundan, keyptu það frekar núna heldur en að bíða einhverja mánuði eða jafnvel einhver ár. Þannig já, góðu tíma að fjárfesta í dag. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.